Já, komið sæl og velkomin í vikuskammtinn, föstudaginn 15. ágúst í brjálæðri rigningu. Það allavega þrjumur eldingar hér á höfuðborgarsvæðinu og víðar, skilst mér, en það hafa verið gefnar út gular viðvaranir. Það stoppaði ekki 2 af 4 gestum sem eru mætt hingað til mín við rauðborðið á svona réttum tíma. Já, hér kemur bara svo þriðja holdvot innan úr rigningunni. Verið velkomnar Ása Lind Finnbogadóttir, Helga Ögmundar, Mari Pétursdóttir, hún ætlar að koma hér eftir augnablik, og Alessandra Brím. Nei. Ég var að byrja að fara yfir veðurfréttir vikunar. Nákvæmlega. Þetta er vel gert, þú komst svona til þess að bara algjörlega renna stoðum undir nákvæmlega það sem ég var að segja. Það væri mjög blautt úti. Já, ég meina, ég kom hérna frá basically Hlemmi og þess að ég var að koma úr klippingu, ætlaði að vera voða fín, og svo nú liði mér bara eins og ég hafi verið í sturtu í fötunum, sko. Ég er ekki að grínast. Ég man ekki hvernig ég var svona blautt síðast, og þá er ég að telja með þegar ég var í sundi. Já, þetta er svakalegt. Við tölum þetta, Helga, við tölum þetta svona sem kannski lið í svona þessum veðurfarsbreytingum af völdum, mannavöldum. Heldur þetta sé, sé það? Öfga veðuratburðir þeim eru fjölga og þeir eru að verða svakalegri í allan heim, og auðvitað náttúrulega er ekki hægt að tala beint orsakasamhengi frá loftslagsbreytingum yfir í þessa atburði, en það að þeim fjölgar er náttúrulega út af loftslagsbreytingum. Það er að segja hækkandi meðalhitastigi jarðar. Og við sjáum bara veðurviðburðir eru að verða harkalegri, og þú veist, það eru fleiri þurrkar og hitabylgjur, og það eru fleiri hverfilbylir og fellibylir, og það er flóð, akkurat, og þetta er bara ýktara. Og tíðnin á því er klárlega að aukast, sama, veist, hvað fólk segir þessum tölur loftslagsbreytingar er ekki bara hlýnun jarðar, eða þú veist. Nei, það er náttúrulega hins vegar grunnorsök, meðalhitastig, en allt sem þar á eftir kemur er svo ofboðslega fjölbreytt, og svo vill fólk fá að vita, er þetta vegna, og þá geta veðurfræðingarnir ekki sagt, já, nei, þetta er vegna þess. Það er ekki hægt að segja það, en líkurnar og öfgarnar og fjöldin og lengdin og allt þetta. Það getur alltaf enginn sagt þér, þú veist, eitthvað, við hefðum dælt út svona færri tónnum, þá hefði verið sól í dag, þú veist, það veit það enginn. Nefnilega. Ég meina, auðvitað versnar þetta með menguninni sem maðurinn er að valda, skilurðu. Það er kannski eitthvað í gangi, eðlilegar breytingar, en ég meina, mengunin er það mikil og hraðinn og ég meina, þú veist, auðvitað versnar þetta. Og bara, þú veist, losunin af koldíoxíði er svo rosaleg, sko, bara síðustu 100 árunum eða 200 árunum, við erum að tala sko bara langt út úr öllu korti með það sem eðlilegt getur talað. Og er bara ekkert að minnka. Og við erum komin í 1,5 gráða hækkun, pæliði nú í því. Ég var ekki að tala að þegar það værið komið í 2, þá værum við Sko við erum í vondumálum bara í hálfri, við erum í vondumálum bara í 1, við erum í vondumálum í 1,5, við erum að tala að hræðilegu máli með 2. Sko, 1,5, 2 er talað að sé svona, það er erfitt að við getum mögulega að díla við það, sko, þú veist, með herkjum, en þú veist, meira sé að það vill það enginn, en það er bara vegna þess að það er þó skárra heldur en þú veist, 2,5, 3 sem gæti orðið, sko. Þetta er, sko, þessi mál, þau hafa svolítið, það hefur lítið verið farið fyrir umhverfismálum, bara í pólitíkinni og bara í heimsmálunum, það er enginn að tala umhverfismálum. Við reyndum það í síðustu þingkosningum, það var bara, ég get sagt það var engin hljómgrunnur fyrir því. Það var bara, maður heyrði sömnál detta, sko, ef einhver reyndi að tala loftslagsmál, það var svona smá þögn og svo, já, hvað segir þau með, þú veist? Og meira sér ekki bara loftslagsmál heldur umhverfismál, því það er miklu meiri gangi en bara loftslagsbreytingar. Við erum með sko massa útdauða tegunda. Þetta er bara hraðari útdauði heldur en sko bara í milljónir ára. Við erum með ofboðslega mengun, plastmengun og efnamengun og alls konar mengun. Það er svo margt annað í gangi sem maður náttúrulega flétta saman í bara eitt stórt bara hamfarir, en það er því miður hér er bara þögn. Þetta var svona eina fréttu vikunar, þegar komið saman leiðtogar einhverjir og ætluðu að koma sér saman plastmengun. Já, einmitt. Það virðist ekki hafa komin inn niðurstaða í það. Það er ekki eins og þetta sameinast það sem er mjög svona
sko, liggur beint fyrir, þú veist, þetta er nú ekki einu svona, það er ekki að rífast já, það er engin plastmengun, nei, þetta er bara hoax, þetta er bara eitthvað, þú veist, það er engin sem segir það. Samt er það ekki hægt. Já, fyrir ég var krakki þá vorum við að vona að það væri búið að finna upp, ég veit ekki, fljúgandi bíla og hótel á tunglinu og eitthvað þegar við varum fullorðin. Í staðin eru vísindamennir bara, nei, jörðin er ekki flöt, eða þú veist. Þetta er bara nákvæmlega, þetta er bara fáránlegt, sko, það er bara... Við erum einhvern veginn reit 1. Mér finnst líka svo ógulegt, sko, það virðast vera fullt af fólki sem að lítur á umhverfismálin og loftslagsmálin eins og það sé bara eitt af fjölmörgum málum sem við mögulega gætum verið að fjalla eins og þau sé ekki aðalmálið, skilurðu, eða einhvern veginn forsendan fyrir öllum öðrum málum, skilurðu. Ég meina, þú veist, að vera að ræðum alls konar hvernig við ætlum að hafa samfélagi, ég meina, og þú veist, ef það verður ekkert samfélag, skilurðu, út af loftslagsbreytingum, ég meina, þú veist, þá skilur þannig að þetta er svo mikið grundvallamál. Þú veist, það var einhver á Facebookinu mínum daginn, ég bara, þetta er einhver gæluverkefni, ég bara, what, hvað kemur þú, skilur þú? Sorry, ég sé alltaf að grípa inn í, þú veist, þetta er svo augljóst og þetta er svo mikilvægt að því að, og fólk sem að fattar ekki hvað það tengist, að því að augljóslega loftslagsbreytingar, þú veist, þær valda uppskerubresti, þær valda fólksflutningum, þær valda meiri átökum þau landsvæði og þau auðæfi sem eftir eru. Þau ýta undir flóttamannavanda, þau ýta undir stríðsátök, þau ýta undir markaðsbresti. Þetta er grundvallamál. Bara loftslagsmálin er ekkert eitthvað bara loftslagsmál. Þau tengjast öllu þessu. Já, nákvæmlega. Já, en þú Helga, þú varst að taka á móti nemendum í dag? Já. Háskólann? Já, nú erum við að fá nýjan hóp, alltaf skemmtilegt að sjá ungt fólk með opinn huga mæta og svo getur maður farið að segja þeim eitthvað skemmtilegt og svo eins og þú varst að segja á þann að spyrja þau, en hvað finnst ykkur? Og ég segi alltaf við mína nemendur til þess að ég kennum umhverfismálina því það er nú mitt svið, sko þegar ég er dauð þá sitji þið í súpunni og hvað ætlið að gera? Tölum bara raunveruleikan hérna, sko, af því að, þú veist, þetta er ykkar framtíð. Hvernig getum við undirbúið okkur undir þetta? Af því þetta er ekkert eitthvað sem er eitthvað hægt að ræða sig frá eða þegja sig frá. Og það er bara ótrúlega áhugavert. Ég get meira að nota orðið skemmtilegt að svona pæla í framtíðinni, ekki bara fjarlægri heldur, bara nálægri framtíð með því fólki sem erfir þennan heim. Og það fyllir mig bara auðmýkt að fá að vera með þessum krökkum, sko, eða þessu unga fólki. Þú ert líka kennari? Já, ég er líka kennari, ég er framhaldsskólakennari, við hittum nemendurna í næstu viku, eftir helgi, þannig að það verður spennandi. Og einmitt, við höfum verið að fjalla aðeins umhverfismál í félagsfræðinni, svo er nú reyndar líka umhverfisfræði, sem er þannig að það er aðeins fjallað þetta á framhaldsskólastiginu sem betur fer. Það verður að gera. Það verður að gera og verður að byrja fyrr. Það er á leikskóla, en það eru margir leikskólar sem eru með einhvers konar svona eins og grænfónaskólarnir og bara alveg frábært starf. Ég kynntist því að ég var einu svona í rannsóknum mitt á leikskólum sem verið grænfónaskólar og ég er mjög hrifin af hvernig þau gera þetta samt á þeirra forsendum. Það er svo skemmtilegt. Þau hafa alveg verið mörgdugleg við það og bara alls konar útikænsla og bara alls konar sniðugt. Akkurat. Ert þú sumarfrí, Alessandra? Ég er svona að koma úr sumarfrí svona smá tíma eða þá. Þetta er svona alltaf þetta í gangi. Ég var á stjórnarfundi í morgun og svona einhverjum undirbúningsfundum í vikunni en þú veist, þetta er svona aðskjall á en ég er búin að vera að hafa ansið náðugt í sumar og bara, voða gott. Það er bara, ég finna líka bara hvað það er nauðslegt að fá tíma til að hlaða batteríinu á milli annað og þetta verður væntanlega alveg skemmtilegu vetur, kosningar í haust, vor segi og alla græður. Já, ég sá að Píratar voru að boða félagsfund núna. Jú, við erum aðeins svona, erum að halda félagsfund núna þar sem við ætlum að fara aðeins yfir niðurstöðuna úr vinnustofum sem vorum með í vor, þar sem við erum svona aðeins að hvað segir við, endurfókusera okkar stefnumálum, bara svona hvað er það sem við ætlum að setja á oddinn og kannski aðeins að svona hreinsa upp í svona aragrúa af stefnum og ræða svona næstu skref og hvernig við ætlum að svona fara áfram með þetta og svo verður haldinn aðalfundur í september sem að bara hvet fólk til að fylgjast með og kíkja á ef það hefur áhuga á þessu. Þannig að þetta er, við ætlum að svona reyna að finna út í hvernig við höldum áfram með þetta. Viturinn sem sagt byrjaðir?
Ég vil ekki segja það, en svo kemur maður í þetta veður og veist, mér líður allan eins og það sé ekkert langt í haustið. Það er smá haustlegt úti allavega. En það er ennþá smá sumar, er það ekki? Jú, þetta er svona, ég allavega byrjaði á svona námskeiðum, við förum alltaf svona endurmenntun á námskeið, sko, hérna, áður en við byrjum framhaldsskólakennarar, þannig að ég var mjög áhugaverðu námskeiði núna í vikunni, hérna, þróun öfgahægrisins og ógn við lýðræðið. Svakalegt hérna. Alvöru, sko. Já, alvöru. Það var félagsfræði kennara sem satt í framhaldsskólum, svo með það mjög áhugavert. Þannig að maður er byrjaður að undirbúa sig. Maður þarf alltaf að vera í svona stöðuri endurmenntun náttúrulega sem kennari. Já. Ég held að það væri bara öllum hollt að vera í svona stöður endurmenntun. Hérna, það er bara svona talandi umhverfismál, við kannski fikrum okkur aðeins lengra þar. Það var laxarnir. Fylgdist eitthvað með fréttum af laxamálum? Þetta er bara sagan endalausa, sko. Já. Svo bara allir bara teflon húðar, sluppa lag, gat, Bara svo næst bara ekki til forstjóran og já. Þetta er svona náttúruhamfarir. Já. Þetta tengist náttúrulega útdauða tegunda og hérna, hvernig við erum að ganga þessar auðlindir og auðlindir þeirra tegunda sem ég skipta okkur máli sem náttúrulega við höfum enga rétt á að gera. En hérna kapitalista maskinan heimtar sitt. Við erum svona gullgrafara þjóð að það kemur eitthvað æði og allir hoppa til og svo allt eru bara komin svo miklu hagsmunir í það að enginn þorir að stugga við því og þú veist. Já, menna, eins og ég segi, við vildum færa kvíeldi allan upp á land, sko, og finna út úr því einhvern veginn þannig, en þetta er bara erfitt að það virðist, þessi var svolítið bara leyft að gossa öll í gang og það er svo miklu erfiðar að draga í land eftir að allt komið á fullt, sko, en þú veist, þetta er bara komíst, sko, lýrið hvað er alltaf eitthvað að sleppa á, senda einhverja froskmenn í búningum í einhverjum á, Norska. Já, þú veist, þetta er náttúrulega fáránlegt. Já. Þetta er svona, við erum svo mikil nýlenda, sko, þetta er svo dæmigerð nýlenduhyggja að við erum ennþá einhvern veginn okkar náttúra eða hvað, já, ef hún er okkar, bara náttúran sem við allavega höfum aðganga að og berum ábyrgða og hún er bara tekin í bakaríið af einhverjum erlendum auðhringum, alveg sem hvort það er Orka eða Átnar eða Firðirnir eða ég get svarið það, sko. Nei, bara komist aldrei út úr þessu nýlendu hérna þessari stöðu sem við vorum lengi og er engin einhvern veginn sans fyrir því að það er alveg hægt að segja nei, við þurfum ekki að láta bjóða okkur hvað sem er. Já, það setur maður í svo erfiða stöðu, því að ég er alveg, þú veist, þannig sé til í svona einhverja ábyrga auðlindanýtingu og þú veist, ég er ekki eitthvað 100% á móti öllu, þú veist, en þegar það er ekki engin svona svakalega langt, þá er svo erfitt að verja meira sér þá afstöðu, eða þú veist, af því að bara fólk komið svo nóg, sko, og bara, þetta er ekki engin svo langt. Já, og það er svona, já, sumir myndi segja að eina ástæðan fyrir því að þetta vekur eitthvað athygli er einfallega vegna þess að það er svo miklir hagsmunir í sko veiðiánum. Já, það er svona tvær elítur sem eru fattar að takast á. Akkurat, þannig að þetta er í rauninni, snýst þetta hvorki fiskinn sem slíkan eða almenningi í landinu heldur, er þetta svolítið svona æmitt, eins og þú segir, tvær elítur að takast á. En þetta snýst líka þennan lax sem hér er ennþá skrimtir enn í ánum. Kannski má segja að þegar allt er orðið heitara en það er núna og þessi lax er náttúrulega háður því að heitastigið fær nú ekki að hækka mikið meira en það gerir núna. Hann deyr þá kannski hvað sem er út. Skiptir þetta þá einhverju máli? Það er eins og með jöklana. Getur við ekki bara virkað allt saman að því að þeir eru hvað sem er horfnir eftir. Þú veist, Já. En það er með þessa ábyrgð á öðrum lífverum. Og ég hef alveg heyrt fólk spyrja, sko, hvort að þýði eitthvað að vera að stoppa sjókvíaeldi núna þegar það er búið að sleppa svo rosalega mikið á lög sem hvort þið er, sko. Já, breytir einhverjum nákvæmlega. Já, þetta er spurning, sko. Já, það er ýmislegt, það er mitt plastmenguninn og laxarnir og svo er það bílastæðin, það er nú eitt. Það var ráðherra hérna, svona vaknaði upp í vondan draum þegar heimabankin hennar logaði eftir að hún lagði í parka einhvers staðar
Og fyrir vikið þá fóru 2 ráðherrar af stað. Þó eru farnir að vinna í málefnum þessara innheimtu fyrirtækja fyrir bílastæði. Og það áhugaverð umræði, ég veit ekki hvort þú sást Alexandra, það var á Facebook síðan hjá Kötu Odds, lögfræðingi, þar sem hún er að tala um þetta, sko, hvernig komst þetta einkafyrirtæki í að rukka svona gigantist fyrir stæði í eigu borgarbúa. Yfirleitt erum við ekki að tala um stæði í eigu borgarbúa. Það getur verið í einhverju tilfellum, en oftast erum við að tala um bílastæðakjallara sem eru í þeirra eigu eða bílastæðahús sem eru í þeirra eigu eða þá við kannski verslanir sem eiga stæðin og hafa gert samninga við á eitthvað. Ég ætla ekki að sitja hérna því ég er ekki undirbúin, ég get ekki sagt eitthvað hvergi nákvæmst ára borgarlandi, en þú veist, almennt séð eru þau að rukka fyrir, eins og Parka aðalega með bílastæðahús, þau eru reyndar, þú getur borgað fyrir í borgarlandi í gegnum þau, en þá það svolítið þitt val. Þú getur borgað í gegnum sem sagt Easy Park, það aðeins öðruvísi heldur Parka, og þú getur borgað í gegnum bara með því að fara í svona post sem þú getur gert það bara á staðnum. Þannig að þú þarft ekki að nota þessi upp, en þú veist, ef þú velur að gera það, þá náttúrulega, þú veist, en þeir eiga ekki borgarlandið eða þannig. Og það er kannski bara spurning hvort við þurfum að skoða það, þú veist, hvort við þurfum að innhýsa þetta eða eitthvað, en ég held að stóri kostnaður, ég sé töluverðum verðmun á því hvort ég er í, þú veist, bílastæðahúsi í eigu borgarinnar eða bílastæðakjallara í þeirra eigu, sko. Það er alltaf þeirri verðflokkar, sko. Það er mikill munur þar á og þetta er svona, það er helst verið að tala um þetta í þessu samhengi með gjaldheimtuna út á landi. Ég held að ráðherrarnir hafi svona kannski lent í því, en ég rak bara augun í þetta hjá henni Kötu Odds hérna á það, en hér læðist inn fjórði viðmælandi beint úr rigningunni. Velkomin Marja Kristinsdóttir. Ég þurfti að vaða djúpar ár til að komast inn þessu svakalega regning. Ekki svo eina. Og þrumur og eldingar. Og þrumur og eldingar er mitt. Maður á þess ekki venjast. Ég hlustaði á ykkur í bílnum. Byrja að tala um bílastæðamálin. Já. Ég nefnilega lenti í þessu daginn. Já. Bara skemmtilegt að geta sagt frá því. Ég fór ávart út að það er bílastæðahúsið undir Hörpunni. Já. Þú getur bara farið út á þess að borga, það er ekkert hlið en eitt svoleiðis. Og ég er bara með minn athyglisbrest, legg þarna, ég er að vísu ekki vön að þurfa því ég er með fallar að passa. Þannig að ég er ekki vön að þurfa að borga í bílastæði. Og ég legg þarna, ég er að fara í leikhúsið, fer út að borða með vinkonum mínum, sæki svo bílinn, fer með hann í næsta bílastæðahús, og það sem er hlið, og þarna fattaði þá að ég hefði glemt að borga í hinu og fór strax, leið ég var búin í leikhúsinu, fór strax í hitt bílastæðahúsið til þess að reyna að greiða. Og það var náttúrulega bara ekki hægt. Mér hefur tekist að gera það á netinu aðeins eftir á. Ég veit ekki hvort það er hægt löngu eftir á samt. Já, þetta er eitthvað svona 4 tíma regla, 2 tíma regla. Þetta er rosa reikning, eitthvað 7.500 krónar reikning. Já. Og ég sendi, var rosa lengi að finna út einhvern veginn hvaða fyrirtæki þetta væri. Það hefði aldrei séð þetta fyrirtæki. Það var náttúrulega bara ekki bílastæðasjóður. Og náði að finna eitthvað e-mail og sendi post og var að reyna að útskýra þetta. Og ég hef ekkert heyrt frá þeim. En ég held að reikningurinn sé horfinn út af heimabankanum. En þeir svöruðu mér ekkert, sem að mér fannst frekar óþægilegt líka. Þú veist, því ég er alltaf með þessa tilfinningu, er ekki einhver reikningur þarna í loftinu, Þannig að þetta er mjög skrítið. Þetta fyrir töðunar á fólki. Þetta er svolítið svona öfgakend innheimta. Já, þetta er hátt verð og sérstaklega þessi fyrirtæki er að rukka mjög mikið fyrir það ef að maður gleymir að borga eða það drefst eitthvað. Það er náttúrulega ekki málið. En já, það er... Ég þurfti bara að kynna mér hvernig það er með því ég veit þú getur borgað í gegnum þessi upp í borgarstæðum þó að það sé ekki það sem þú verður að gera en hvernig er með það ef maður ætlar að borga í gegnum þetta app ég held að ef þú leggur í borgarstæði og notar ekki appið
þá eru þeir aldrei að fara eitthvað að taka frumkvæði að því að rukka. Ef það er í borgarlandi þá er það bara bílastæðasjóður, sko. Þú veist, því þú hefði getað borgað í gegnum bara akkurslustaða póst bara beint þar, sko. En þetta er vissulega dýrt ef maður er í bílastæðahúsum á þeirra vegum, sko. Það voru veggjalús. Það er nú eitthvað sem frétt sem fór svolítið hátt í þessari viku. Það var, ég veit nú samt, það virðist ekki alveg verið komin í niðurstaða í það, hvort það sé veggjalúsafaraldur eða hvort það sé ekki. En það var allavega meindriðið sem vildi meina það að hann færi sko oft og ítrykkað í útköll í heimahús, en hann væri ekkert úðalega mikið að tilkynna það. Heilbrigðiseftirlitið hefur ekki fengið neina tilkynningar og segir þarlendi það er engin faraldur. En þetta er svolítið óhugnulegt, hafið þið séð svona, þetta er sem önsku kalla bedbugs. Já. Þetta er mjög ógeðslegt. Ég séð svoleiðis sem betur fyrir ekki hjá mér. Núna fer ég að vera paranoid og fara að gá. Já, veistu það, ég átti bara mjög erfitt með svefn, þetta fyrst nótin eftir þessi frétt. Bæði vegna þess að það var einhver óværa í pottaplöntunum heima hjá mér og svo var það þessi veggjalús og ég var svona að klóra mér alveg í heila nótt eftir og ég held að ég sé ekki svo eina. Er þetta ekki bara í tempurhúsum? Nei, þeir búa og kallar veggjalús vegna þess að þær taka búlfestu oft í höfðagafli eða í þær eru í dýnunni og svo koma þær í dýnunni og koma svona koma nóttinni og býta þig og það fer ekki með mála ef þær býta mann, það er alveg kláði og það eru verkar. Minnum að það þegar ég var í Króatíu núna páskana, gisti ég á vinum mínum og það var einhver svona risastór mítill sem að beit með einhverja 3 nætur í röð og ég fann hann svo, hann var bara svona stór sentimetra stærðið eitthvað, maður bara svona þessi gaur er bara búin að vera sittað þarna og jafla á mér. Já. Og ég held að örin eru farin núna en það tók tíma, sko. Ekki það, ég vil nú engar veggjalís heldur en frekar það heldur en þess að blessuðu mítla, sko. En var ekki líka frétt í vikunni aukin rottugang? Jú, það var ekki myndræðin sem sagði það. Jú, sami myndræðin. Já, hann fór mikinn. Já, brjálega ekki í honum. Og nú þarf allir að gáða rottum og vekja lúsum og þá fær hann meiri business. Það er kannski með þetta en var ekki búið að fatta að gáða því. Já. Það gengur endur í bylgjum, svona rottufaraldar. Ég var einu svona vinna fyrir myndræði Reykjavíkurborgar þegar ég var unglingur. Það var mjög áhugavert. Já, það var alltaf miklu meira rottum en fólk heldur, sko. Því að það sjást yfirleitt ekki nema að séu eitthvað. Er þetta ekki bara leið og opnast eitthvað staðar það er opnað fyrir eitthvað rör, eitthvað viðgerð eða þá koma þess að var í fjörunni þá í gamla dag, það var svolítið skröðlegt þegar holræsin opnaðist bara einhver staðar út í fjöru. Mér finnst það alltaf svolítið krúktlegar, sko. Já, ef þær eru vel harðar og svona hraustar, ef þær eru veikar, þá eru þær ekkert mjög gæðslega greiðin. En þetta eru gáfu dýr, sko, það er læra alveg, það er fatta, ég man það var ekki tilraun, okkur var sagt frá því, það var ekki tilraun á rottu mæðurum, að sumar föttuðu eitrið og sko tengdu saman orsök og afleiðingu og vöruðu svo kendu ungunum sínum að þetta borðum við ekki. Þannig það kom upp fjölskylduhópar sem að forðuðust eitrið og drafust það. Ég er ekki líka, vil það séu þá nokkuð dýr sem að sko skynja það eða ef eitthvað er eitrað, sko. Getur verið bara lyktin eða eitthvað, maður veit ekki. En allavega þessar sá alveg, því það tók alveg nokkra daga, sko, að verði veikar einhverjum, dögum eftir að þær smökkuðu á þessu, sko. Og bara, þessi var þetta var málið. Sko, merkilegt. Það er ótrúlega merkilegt. En talandi eitthvað allt annað, Trump og Putin. Oh my god. Já, í Alaska. Já. Alaska. Hann er svo lélegur, bara það að bara bjóðunum á fund í Bandaríkjunum án Zelenski er bara sigur fyrir Putin jafnvel það hættan að gerist. Og bara hvernig Trump er að tala, þetta er svo mikið rugl. Trump er náttúrulega bara alltaf að hringi Stoltenberg og reyna að fá friðarverðlaunin og fyrir bara að vera að reyna. Dreftu mikið, sko. Ef hann fær ekkert með friðarverðlaunin þá leyfi ég mér að efast að þessi Nóbelsverðlaunanefnd gerir nokkuð mikið fleira, sko. En bara, ef þú ekki bara veit Nóbelsverðlaunin læknisfræðinni líka fyrir hugmyndin hans að dæla sóttrensandi efnum inn í mannslíkamann til að berjast við COVID eða setja sólarljós einhvern veginn inn í líkamann til þess að drepa COVID eða er fólk að grínast? Ég meina að fjöldamorðingjar í Ísrael hafa fengið friðarverðlaun. Já, meina það hafa verið valdir vafasamir. Það er bara ótrúlegustu hlutir að gerast líka. Bandaríkjaforsetar á meðan þeir voru í stríði.
Já, nei, ég er alveg sammála þessu með. Mér finnst þetta svo, og þú veist, ég skil ekki að það sé verið að gefa Trump þetta plattform og þetta vald, einhvern veginn heimurinn bara, og hann einhvern veginn kemur eins og einhver bjargvættur eða leikur einhvern þykist gera það, sko. Ég skil ekki alveg þetta plattform sem hann fær. Fólk bara að lúfa fyrir honum, það bara málið. Fólk veit betur og það þorir ekki annað að lúfa og ég þolið það ekki. Nei, En hann Trump hefur ekki beint svona umboð, hann hefur ekkert umboð fyrir hönd Úkraínu til þess að eiga í þessum friðarumræðum í raun og veru, þannig að það er svona, sko, hvort að hann ætla að þvinga svo þessu samkomulegi ofan í Evrópu og Úkraínu, eða hvernig það fer, og ég meina það er alveg ljóst að Putin ætlar ekki að gefa sig, en ég meina hann vill ekki Úkraínu í NATO og hann vill ákveðin landsvæði. Af hverju snýst þetta hvað hann vill? Ég meina þetta er annað land. Ég trillist, sko, að það sé verið að spyrja Trump og Putin, sko, hvort að Úkraína gangi í NATO. Þeim kemur það bara ekkert við. Ég meina Bandaríkin getur auðvitað haft skoðun á því sem þeir geta haft skoðun á því, en ég meina þeir ekki hafa vald á því, ég meina þá er náttúrulega verið valdi í Úkraínu. Ég bara En það er náttúrulega líka, ég held að kannski, mér finnst ekkit óeðlilegt að sko svona nágrannaríki passi aðeins upp á hvort annað, sko. Þannig að ég skil alveg að Rússar séu sko uggandi og finnst þetta ekki gott mál, sko. Þannig að ég skil alveg að Putin sé að ræða við Trump og eitthvað svona og sé að reyna að gera eitthvað. En hins vegar, og Trump hefur náttúrulega sko þetta plattform í ljósi þess að Bandaríkin hafa verið náttúrulega einn bara valdugasta þjóð heimsins í svo opaslega langan tíma. Þetta er náttúrulega herrveldi. Þetta er rosa herveldi. Bara byssurnar ef Já, ég meina bara valdi sem að þeir hafa til dæmis eins og í Ísrael, ég meina bara svo lengi sem að hann segir ekki neitt að halda Ísraelar áfram að drepa Palestínumenn, þú veist. Þetta er bara, svona er þetta og hann hefur þetta vald. Og hann er bara að segja að halda áfram í Gaza og klára þetta að þess að grínast. Sama hversu mikil svona skrýpakallan er, hann er náttúrulega algjörst skrýpa. Ég er hægt að kalla þetta skrýpa, sko, því að nú er hann eins og til dæmis búinn að gefa út forsetatilskipunum það að fólk fá ekki, eða þessi stofnanir fá ekki opinbert fé nema viðurkenna óbreytanlega tvíhyggju í kynjum. Hann er búinn að taka yfir löggæsluna í Washington DC og setja æs og þjóðvaralið inn í það til að berja niður einhverja glæpaöldu sem er bara til í hausnum á honum, sko. Þetta er bara fasismi, ljóslifandi kominn og koma fót fasisma í Bandaríkjunum. Aðeins meira en var, sko. Já, ég meina, á stöðru leveli heldur var. Bandaríkjunum hafa alltaf verið gallað lýðræðisríki, nú eru þið bara bullandi hraðferði yfir ekki lýðræðisríki. Já, Einmitt. Það var vakti athygli að hérna Sergej Lavrov, hann utanríkisráðherra Rússa, hann mætti í svona hérna Sovjet, CCP, ból til viðræðana. Þetta sé svona, þetta hefur svona verið svona smá, ég veit ekki, eru þeir að gera grín? Ég held að þeir séu bara að sína þetta, svona getum við agað okkur og það ekki gerist. Þeir eru bara að minna, ég held að þetta sé bara svona til að minna á, sko, við þurfum að standa með okkar ríkjum hérna og við erum ennþá að hugsa á þessum nótum. Það eru þessu mörg fyrir Sovjetlýðveldi í vasanum, sko. Það eru sko mörg eins og í Mið-Asíu og eins og Hvíta-Rússland, en svo eru önnur sem hafa ekki alveg nógu vel í vasanum ennþá. Þeir eru með til dæmis eins og bara Albaníu og þeir eru með svæði þar sem að Albanir með ekki stiga fætinn og en svo líka bara, það er ekkert leyndamál heldur í rauninni að Putin er að reyna, hann er ekkert að fara aftur í kommunisma, hann er að reyna að endurvekja rússneska heimsveldi eða svona eins og Sovétríkin voru, sko. Það er bara leynt og ljóst það sem hann er að gera, sko. Og við getum ekki lokað augunum fyrir því. Ég er talað við þessi fólk sem bara talaði það að það er búin að vera yfirstandandi innrás í Georgíu árum saman, það er bara fyrir jafn hátt. Og þú veist, viljum við tala um Tjetjeníu, þú veist, hvað... Já, kommunismi, ég meina, þú veist, þetta er heimsvaldastefna og rauninni líka fasismi, ég meina, hann er að stjórna fjölmiðlum og ég meina, þú veist, það er líka fasismi svona... Ég meina, Putin er miklu nærði að vera, sko, fasískur einræðisherra heldur en kommunískur nokkuð tíma, sko. En ég myndi samt eiginlega bara kalla hann, þú veist, standard authoritarianist, en þarna, mér fannst svolítið athyglisvert að fylgjast með þessu og mér finnst alltaf svolítið athyglisvert að fylgjast með núna þessum friðarumleitunum Trumps
Að því maður líka bara, ég fór líka bara að velta því fyrir mér, ég meina, þú veist, hvernig á að ná frið, skilur raunverulega. Að því hvernig, þú veist, hvernig getum við þegar þjóðir eru svona bara stál í stál, eins og Úkraína og Rússland, það ætlar enginn að gefa, þeir ætla bara í Evrópusambandið. Já, menna, það er ekkert að gera þá kröfu að þeir séu leppríki í Rússlandsæðilífu, sko. Nei, þú veist, en það er rosa hættulegt kannski fyrir Rússland að hafa bara næsta land sem þeir eru með alltaf, Akkur er það hættulegt nema bara því að Rússar þóliða ekki, eða þú veist, flest ríki þólaða að vera með ríki hliðin á sig sem er ekki undir þeirra hatti. Já, við erum bara með þessar ofbúslega langarandi tensjón þannig á milli. Þannig að kannski er það skiljanlegt, sko. Mér finnst það ekki, sko. Ég skil það, en mér finnst það ekki valið ástæða. Nei, en þeir eru aldrei að fara að lúffa sér til. Þeir eru aldrei að fara að lúffa og rússar eru að vinna þá. Sama mátti segja Adolf Hitler, þú veist, bara það að hann ætla ekki að lúffa því það er ekki að stoppa hann. Nei, en ég meina þeir eru að vinna Úkraínu núna. Þeir eru að sækja vel inn í Úkraínu núna og þeir munu vinna Úkraínu. Og ef þeir fá að gera það orðréttir, þá munu þeir túlka það sem svo að það sé í lagi að fara þá bara líka inn í Eystrasaltið, líka inn í Pólland eða líka inn í Nei, en þú veist, ég samt bara velti því fyrir mér vegna þess að ég persónulega myndi ekki senda börnin mín í stríð til þess að hjálpa til við að stoppa svona átök. Nei. Svo komaðu kannski hingað þetta einn. Já. Ég skil samt ekki að ég skipst skoðun. En ég myndi ekki senda börnin mín í eitthvað annað land til þess að allavega. En peningana þeirra? Nei, ég vil ekki fjármagna stríðið. Ekki eins og til að stoppa stríð? Ég er bara friðarsinni. Nei, stoppa stríð með stríði, sko, því þetta er svo er það alltaf líka spurning. Þú stoppar aldrei stríð með því að gefast upp fyrir árásarraðalann. Nei, en kannski með einhverjum svona undarlegum samningabrögðum. Hann skynjar að hann fái það sem hann vill með því að hætta ekki, af því að við munum aldrei standa gegn honum, þá heldur hann bara áfram. Svona gaurar skilja ekki þeir líta á friðarsinna sem bara veikleikamerki. Mér finnst þetta svolítið svona, þetta er pínu komist en þetta er líka kannski bara sjáum hvað setur, sjáum hvað gerist. Ég meina kannski fer bara Putin í fílu og fer heim aftur og öllum líkindum. Já, öllum líkindum, en ég meina, þú veist. Mér finnst það svolítið skrítið eins og þú orðaði þetta, Marja, að Úkraína og Rússland séu stál í stál eins og þeir séu einhvern veginn það er Rússland sem hefur þessa innrás og þeir eru árásaraðalinn, ofbeldisaðalinn og ég meina þótt að maður sé ekki hrifin af því að þú veist það sé stríð og Úkraína sé að svara fyrir sig en ég meina eins og Alexander er að benda á, ég meina og þú ert að velta fyrir hvernig getum við stöðvað þetta. Ég held að eina leiðin sé að fá Pútín til að hætta þessari heimsvaldastefnu og svona fasisma. Ég meina við getum ekkert lúffa fyrir honum. En heldur að telur að við getum fengið hann til þess? Já. Ég er ekkert svo viss um það nefnilega. Sko, nei, ég er ekkert svo viss um það og þess vegna er ég að hugsa, sko, ég meina, eru einhverjar aðra leiði færa? Já, ég skil. Skilur hvað við? Já, ég skil, en bara að orða þetta svona, þetta sé, þú veist, eins og að orða... Það sem ég er að meina er að þú veist, þetta er í rauninni í bara svolítið... Þeir vilja bara fara í ESB, ég meina, auðvitað, og það er þeirra mál. Þá geta að koma Rússlandi við og við erum ekkert að leyfa því að gerast að Rússland hafi bara eitthvað, ég meina, þegar maður alveg skoðun á því, en þá ekki hafa vald yfir því, þú veist, það er bara fáránlegt. Rússland á engan sjálfstæðan rétt á því að nágrannaríki þeirra séu þeirra leppríki og Pútín getur fengið frið hvenær sem hann vill með því að draga innrásarna sinni tilbaka. Það er bara þannig. Þetta er ekki tvíhliða stríð, þetta er algjörlega einhliða innrásarstríð. En nú myndi Pútín, nú myndi kannski eitthvað sem að myndi svona, ekki endilega draga taum Pútín sem myndi segja, já, ástæðan fyrir því hann reiðist hann inn í Úkraínu var eftir sko margfaldaviðvaranir bæði til NATO og líka til fólksins, Úkrænufólksins sem að ofsótti svona hérna, Rússa þarna á Krímska. Það er bara algjörlega skálduð atburðarás til þess réttlæti innrásarstríð. Já, ég veit ekki. Ég veit. Ég ætla ekki að segjast vita eitthvað svona. Ég ætla bara að segja að, veist, ég stend með lýðræðinu og ég stend með frelsi fólks til sjálfsákvörðunarréttar og ég tel að stundum þurfum við að berjast fyrir því sem er rétt vegna þess að það er fólk sem mun aldrei leyfa okkur að hafa það í friði ef að það upplifir að við munum ekki berjast fyrir því. Yes. Já, en svo er bara, þú veist, eftir stendur alltaf, þú veist, ég bara, skilur, fólk deyr, fólk er að senda börni sín, bara unglingana sína í stríð og það deyr og mér finnst það bara agalagt. Og það er auðvitað yfirvöld svona víða heiminn og ég meina okkar eigin yfirvöld, þau hafa nú verið mjög duglega að tala þetta varnarsamninga og svona hernaðabandalög og annað, en það er ekki til neinn friðabandalög. Það er aldrei tala friðabandalög og friðarsamninga.
og það kannski bara það sem að þarf að gerast því að kannski það svari spurningunum þínu bara svona hvað í óskopunum getur við gert. Hvað gerir friðarbandalag áhugavert að horfa á þennan trúð fara í friðar reyna einhverja friðarumræður þó að Ristum að þá hinna kynnina. Nefnilega sko, því að þú veist, það eru nefnilega sumir sem að læra bara, já ok, ég get fengið fleiri kynnar. Einmitt. Já, nú myndi örugglega allir kristnir einstaklingar andmæla. Já, verðið þið maður því. Sko, það er auðvitað ekki bara stríð í Úkraínu, það er auðvitað Gaza. Gaza, þetta myndi ég segja væri bara svona frétt þessa, bara ábyggilega árhundraðs. Ég það að fylgjast með, ég veit að þú ert duglega að fara og láta í þér heyra, svona við einn ímsu til bara fekk þetta heilan fyrir svo mörgum árum, sko, gegnum flóttafólk sem frá Palestínu. En já, svo byrjar þessi útrýming sem náttúrulega bara svona loka, eins og sem segja loka lausnin eða loka skrefið í tæplega 80 ára útrýmingu, sko. Já, svo náttúrulega erum við mörg okkar í beinu sambandi við fólk á Gaza og erum að hlusta á þau, vísa því sem þau upplifa, eða ekkert upplifa, þetta bara staðreyndir. Því sem er í gangi bara. Þannig að já, það er svona... Maður er auðvitað búin að tala þetta svo oft við þetta borða að þú veist, maður er svona orðavant. Já. Þetta er búið að vera hræðilegt áratugu saman, þetta er búið að vera sko svona apartheid, bara ákveðið fangabúða ástand mjög lengi, en það sem að fólk þarf að fatta er að þetta er komið allt annar staður en þetta er búið að vera. Þetta er farið frá óviðunandi misskiptingar valdboðsaðstöðu yfir í sko bara þjóðarmorðs, bara útrýmingaraðstöður. Það er allt annað level. Já. Það er náttúrulega líka það sem þeir eru að gera á Vesturbakkanum núna, sko, að fara bara að byggja blokkir og fara... Það er bara sami gangi þar. Já, bara að þurrka út eitthvað. Og bara á 300 manns búin að deyja hungri núna, þannig að og bara þeir eru að stoppa matarsendingar og eiga eitthvað við þær og þetta er bara Svo náttúrulega þessi dráp á blaðamönnum var það ekki í vikunni? Jú, það er náttúrulega bara verið að reyna að þakka niður í fólk sem segja frá hvað er að gerast. Maður hugsaði einmitt bara hvaða hryllingur er í vændum þegar að helstu blaðamenn og svæðinu eru drepnir, sko. Og þegar það þjónir þeirra tilgangi betur að drepa svona prominent Al Jazeera blaðamenn heldur en að halda sko, og gera það sem þeir ætla að gera heldur en að það svona fréttist sko. Og sko núna eru ísraelsk mannúðarsamtök búin að lýsa því yfir að sé að ræða þjóðarmorð og þá er fólkið í flest skjól. Þetta er komið á þann stað að það er engin vafi þetta lengur. Einmitt. En samt sem áður þá það eru 70 og eitthvað % Ísraela eru bara mjög hlindir. Þannig að við erum að tala sko að því hér erum við bara með hópa fólki í þessu, ég ætla að segja hinu meintaríki Ísrael sem að einhvern veginn horfi eða bara, þú veist, þetta er bara mjög problematískt fólk, hvernig það hefur verið innrætt. Það stendur á einhverjum áhorfendapöllum og með kíki, bara kíkir á staðnum og svo bara kíkja þau á sér, sko, hvernig er hægt að tækla þetta sko, með mannúðina að vopni líka því að auðvitað vill maður engum íl. Vandamálið er að fólk er of gott í að afmennska hvert annað og leið búin að sannfæriði einhvern veginn að sá sem að er óvinurinn sé ekki manneskja og þurfir ekki að pæla í lífi eða réttindum eða hann sé einhvers konar óæðri, þá verður svo auðvelt að fara svo langt með það og það er bara augljóst að Ísrael er fyrir löngu síðan komið einhvern veginn menningarlega, þetta eru undantekningar, það eru fullt af fólki sem er á móti þessu en þau eru til að gera töluveri minnihluti í landinu og þetta er bara, þetta gengur ekki sko. Ég hlýt að ímynda mér að sko mörg af þeim sem að lifðu af helförun á sínum tíma þau myndu velta sér í gröfinni eða vissu hvernig Ísrael væri að haga sér í dag sko. Já, alltaf fullt af fólki sem er fórnarlömb helfararinnar er á móti þessu og hefur sér frammi gamalt fólk sem að bera brjála yfir þessu sko. En þetta er náttúrulega líka, kemur náttúrulega líka aftur inn á Trump. Og hann segir þeim að klára málið og bara er bara að taka undir einhver plönum, einhverjar sólastrendur og bara sjáðu hvað við getum sett flott hótel hérna þegar það er búið að losa okkur við þetta fólk. Já, svo sagði hann við Netanyahu mér sko, eða í heimsókn hjá honum sko, að hann ætlaði að reyna að fá
friðavelunin. Já, Þú veist, þetta svo súrt. Já, og þetta aðsalega hissa að hann fá Þetta ekki. svo súrt. Ég sá eitthvað á internetinu segja að við höfum öll dáið í COVID og við værum í einhverju svona limbói núna. Þetta var svo ofbúrslega skritin tímalína að það hlýtir hinnlega bara vera, en maður veltir því oft fyrir sér, bara hvernig gat heimurinn farið bara einhvern veginn bara í, sko... Þessa átt. Þetta eitthvað bland af netinu, samfélagsmiðlum, upplýsingaofgnótt, viljandi misupplýsingum, upplýsingabúblum, lélegri menntun, lélegu lýðræði, því að ríkasta fólkinu búið að takast að koma í veg fyrir alvöru breytingar í svo langan tíma, fólk búið að gefast upp og fara að trúa á hvaða breytingar sem Þetta margþættur vandi, hluti af þessu menntun, hluti af þessu að það hefur ekki tekist að takast á við misskiptingu, hluti af þessu við höfum ekki góða lausnir á flottamannavandanum, hluti af þessu að stórar bandalög eru ekki samt ekki nógu traustum fótum og geta ekki beitt sér nógu vel, þannig að fólk missir trúna á þeim. Þetta er ofboðslega margþætt. Ég held að við þurfum bara að reyna að endur sannfæra okkur að það sé hægt að takast á við vandamál heimsins, en við megum ekki bara gefast upp, við megum ekki bara fara í einhverjar hræðilegar öfgar, við megum ekki bara hægt að pæla í þessu. Svo lærir mannskepnan ekki af sögunni. Já, það alveg, held ég, ef einhver trúði því þá hlýtur það hefur stundum verið talað að það taki 70 ára að gleyma. Já, það eitthvað svona 70-80 eftir hvað kynslóðunar eru langar eða stórar. Það reyndar góður punktur, sko. Ég held að einhvers staðar las ég að sko, mín kynslóð, svona fædd milli 78 og 85 kannski, erum kannski svona síðasta fólki sem við upplifðum ekki helförina, en þú veist, hún var nógu nýskeið þegar við vorum að vaksa grasi til að þetta var ennþá í kúltúrnum, afar og ömmur myndu þetta var í bíómyndunum, en fólki sem kemur 20 árum eftir okkur, þau tengi ekki lengur við þetta með sama hætti. Nei, en ég menna, svo eru þeir sem stjórna þessari helför, þeir eru nú bara miklu eldri en samt finnst þeim þetta greinilega bara rosalega sniðugt. Og einhver sagði sko, ef þú lærir ekki mannkynssöguna þá ertu dæmd til þess að endurtaka hana. Ef þú lærir mannkynssöguna þá ertu dæmd til að horfa á meðan aðrir endurtaka hana. Og líka hvaða mannkynnssögu fólk að læra. En ég held samt í rauninni að bara í svona grunninn þá snúist þetta allt fjármagn. Allt fjármagn. Já, það gott fyrir hagvöxtinn að hafa og þess vegna eru bara alþjóðastofnanirnar líka bregðast vegna þess að það alltaf bara sá sem borgar mest inn í púlíuna getur sagt bara nei, ég ætla ekki að vera með við ætlum ekki að taka þátt í þessari kosningu eða skiljum við sjáum bara með Bandaríkin í hvað það ekki í United Nations Öryggisráði, sko, það voru náttúrulega gerð ákveðin mistök þar að gefa 5 stærstu ríkjónum gefa þeim neitunarvald, sko, þá ef þau eru mjög hvað séum við, innvinkluð í ákveðnar deilur, þá er alltaf samfélagið rosalega máttvann að takast á við þau, sko. Þannig ég held að þetta sé bara stærsta vandamál sem við stöndum frammi fyrir í dag. Það er bara eins og þú komst inn á líka bara miðskiptingin en svo er líka bara fjármagnið inn í þessum alþjóðastofnunum og bara ofmikil miðskipting og veikburðalýðræði og búið að takast að grafa undan því. En svo sjáum við líka núna, svo bara kemur í ljós hvernig sko Bandaríkjunum mun reiða af með alla þessa tolla sína. Ég meina, eru þeir ekki til dæmis bara að fara þeim að fara hnegnandi í framtíðinni út frá því, sko. Það verður allavega svona smá efnahagslegt svona krass sko, og það verður líklega núna bara í einhvern áratug eða svoleiðis, en ég meina ef að Trump tekst þetta sem hann er að reyna með tollunum, að hann er að taka sko, hann er að færa í rauninni alla framleiðsluna inn í landið til þess að geta svo flutt út þá verður þetta á einhverjum tímapunkti kannski rosa fínt. Nei, það virkar ekki, því miður. Ég skil akkur að það myndi halda að það geti virkað, en það bara, hagkerfin hafa breyst of mikið síðan að þetta gat gengið upp með þessum hætti fyrir Bandaríkin. Þú getur ekki snúið klukkunni við, þú verður að hugsa hvar hef ég samanburðar yfirburði í framleiðslu í dag, ekki hvernig ætla ég að spóra tilbaka og reyna að gera eitthvað sem virkaði fyrir 70 árum. Þetta mun ekki virka hjá honum til að hafa ekki framleiðslu getuna og það tekur oflangan tíma að byggja hana upp svo þarftu þetta að vera í mjög góð sambandi líka við sko, restina heiminum og einmitt verndartóttanir sem þyrftu að fara á til þess að það yrði raunverulega eitthvað hægt að framleiða hluti í Bandaríkjunum sko, með einhverju sem að þeir geta í dag fengið ódýrara frá Kína eða Asíu eða eitthvað svoleiðis. Bandaríkjamenn eru ekki að fara
ég er ekki að sjá fyrir mér þeir vilji vinna í þúsundatali við slík störf fyrir slík laun, jafnvel þó svo að verndartollinni gera verkum að það sé fýsilega einhvern veginn mögulegt og ég er bara að segja, ef ég hefði verið forseti Bandaríkjanna sérstaklega þeir eru búin að henda út öllum innflytjendum og hafa verið að vinna láglaunastörfum. Sko ef ég ætlaði þessi forseti Bandaríkjanna að eyðileggja Bandaríkin sem stórveldi og taka því úr sambandi með á svo skemmstum tíma, þá veit ég ekki hvernig ég geti gert það hraðar heldur en Trump er að gera í dag. Það er eiginlega eini kosturinn við að hann hafi svona mikið völd sko, að hann er að gera svo fáránlega hluti að maður svona, þú veist, þetta gerist mjög hratt. Já, þetta gerist mjög hratt og bara mörgum sviðum eins og þetta taki við löggæsluna eða þú veist, einhverju og maður er bara, hvað er að frétta og þú veist, og maður svona vonar að þá fleiri og fleiri sjáu hvað þetta er mikið rugl. Þá er ég að meina hans flokksmenn líka sko. En finnst ykkur ekki að íslensk stjórnvöld ættu með ábyrgari hætti að segja svona stopp, hingað ekki lengra. Þetta er ekki stjórnsýsla sem okkur hugnast. Þetta er ekki svona í okkar bandamenn ekki að koma fram. NATO þá eða varandi bara Bandaríkin, varandi Trump og þessa innleiðingu, þessa hervæðingu lögreglunum í Washington og annað slíkt. Ég myndi segja það, mér finnst nú fá alltaf mikið fyrir honum. Alltaf mikið meðverkni með Bandaríkjunum. Það hefur alltaf verið þannig. Okkar utanríkisstefna hefur alltaf verið þeirra utanríkisstefna. Við tökum þetta bara hrátt upp. Sko, mér finnst alveg á vissu leyti það er annað núna heldur en fyrir 10-20 árum. Jú, ég er alveg sammála því að það var gengið of langt í því, en þú veist, það að vera með ríki sem þú ert eitthvað spínu ósammála og þetta gæti nú verið betra, sko, er ekki alveg að sama og bara þið er bara á fljúandi hraðferði í fasisma, eða þú veist. Það er aðeins annað, sko. Man finnst einhvern veginn svolítið mikilvægt að þú veist að svona, við séum á svona stað í veröldasögunni, einhvern veginn þar sem við þurfum að staldra við og við þurfum bara að mynda okkur og vera með afstöðu sérst út á við og við þurfum að vera bara svolítið skýr og standa við það, ætlum við að vera með fasistónum í liði eða ekki. Svo hefur þetta svolítið, ég meina það hafa nú fleiri ríki farið inn á þennan fasíska eða sem sagt kosið yfir sig einhverja svona fasista og svo hefur það nokkrum árum setna breyst aftur en já, það eru, ég meina eins og Pólland er held ég alltaf í þessum línudansi núna þessi árin. Það er rosalega hægrisveifla í Evrópu. Það er rosalega hægrisveifla í Evrópu, já. En verkefnið núna hlýtur að vera að koma í vekk fyrir þetta dreifist þangað, sko. Já, og ég held að við ættum að tengja okkur betur í Evrópu og reyna að bara einhvern veginn taka þátt í að verja þetta. En, þú veist. Já, en svo er líka hægrisveifla náttúrulega einmitt eins og segir Palestínu og Gaza hefur einmitt sýnt það mjög vel flett ofan að því hvað er rosalega hægrisveifla í Evrópu. Við erum bara komin á þann stað að þú veist í Þýskalandi þú mátt ekki vera með Palestínufána það ertu bara stungið í steinin Englandi. Já, þú veist það er bara Palestine Action ef þú grunar að þú styðjir Palestine Action sem eru bara aktivista hópur sem að sprautaði málningu okkur á flugvél en er orðið að hryðjuverka hópi og ef þú styður þau eitthvað starf hópi þá handtekinn og það er bara mjög alvarlegt og bara mjög langt frá því Englandi sem að einhvern veginn var hérna bara fyrir nokkrum árum síðan sko. Já. Þannig að þetta gerist ekki, fór ég í risastóra göngu í London Palestínu göngu fyrir nokkrum árum sko bara í fyrra held ég sem að Workers Party sem sagt tekur alltaf þátt í einhverjum svona göngum í tengslu við Marxist Festival og það var allt í lagi. Ég veit ekki hvort það farin ganga núna í sumar líka. Það eru náttúrulega nýbúið að vera mjög stór gangu í London. Er það ekki? Jú. Það má ganga. Nei. Það er það sem ég segi. Já, það má ganga en þetta eru ákveðin samtök þarna sem maður verið að tengja við. Já, og það þarf ekki nefn að vera bara grunur að þú styðjir þau, sko, af því að þú mátt ekki styðja hryðjuverka þessi samtök, af því að það er búið að setja þessi ákveðinu samtök á lista. Já, en þú mátt styðja Palestínu, þú mátt vera með fána og þú mátt vera með klút og allt það. En ég held í Þýskalandi máttu ekki fara í gangu með fána. Þá ertu bara fangelsaður. En þetta verður svona aðeins eimað af þessu hérna, ég held að ég sé kannski gott dæmi það. Við sem erla erum en þá í rannsóknarlögreglu fyrir tengslu hryðjuverkasamtök. Hér á litla Íslandi. Þannig að þetta er svona alveg svona í Seilingafjalli. Það er svo auðvelt að fara nefnilega í þessa. Það er miklu erfiðar að fara í hinn áttina. Þessna held ég sko að því það er rosa erfitt eitthvað fyrir að þú veist við sem þjóð erum ekkit endilega að fara að mótmála en við sem einstaklingar ættum bara öll sem
sem getum að vera aktivistar á einhvern hátt. Já, maður þarf að mótmála ef maður fílar ekki eitthvað. Ég ætlaði að spyrja þig, Alessandra, það kom hérna ný frétt bara núna áðan eitthvað svona skelfilegt brot leikskólastar sem að gagvart barni. Það er bara hryllilegt þegar svona gerist en gott að hérna þannig var hægt að grípa inn í og hérna handtaka viðkomandi og þetta er allt í ferli. Fyrrverandi borgarstjóri, Jón Gnarr, hann svona gagnrýnir viðbrögð borgarinnar. Hann talar þetta, hann á afabörn í þessum leikskóla og segir að þetta hérna svona upplýsinga og óreiða og hérna og svo staðarind að það verði ekki kallað til fundar með foreldri fyrir á mánudaginn. Hérna hann svona gagnrýnir það, hann segir að það hefði bara átt að kalla alla saman strax og ertu sammála þessu? Hefði verið hægt að gera eitthvað betur? Mögulega, en þú veist, málið bara eins og mér skilst, ég fekk bara póst það áðan að lögreglan biður skóla- og frístasvið og leikskólan að fara ekki með upplýsingar út, bara út af rannsóknar hagsmunum. Það bara búið að þau eru bara bundið trúnaði. Þannig að það er rosalega erfitt að bjóða fólk á eitthvað fund en maður getur ekkert sagt á honum. Vonandi verður eitthvað aðeins og þeir skýrar á mánudaginn hvað má segja og hvað má ekki. En eitthvað að gera það í dag, þegar að lögreglan er nýbúin að biðja að segja ekki neitt. Það er hægt að benda á lögreglan og lögreglan veit hvað þeir geta sagt og hvað ekki. En ef það er búið að segja við okkar fólk, viljið þið please ekki segja neitt, að snúa sér við og byrja að reyna eitthvað, ég ætla að segja þetta og ekki þetta, það er segja þetta, það er svolítið vafasamt og ég myndi ekki kunna við að biðja starfsfólk að fara í eitthvað svoleiðis þegar lögreglan er búin að biðja þau að gera það ekki. Nei, það getur bara komið fram bara vitlausar upplýsingar eða það getur skemmt fyrir rannsóknarhagsmunum og einhver sem er segur eitthvað getur sloppið á tækniatriði eða eitthvað skilur. Það er bara, maður vill ekki taka sénsinn og svoleiðis. Nei. Þannig að þetta er einmitt, þetta er mjög svona, þetta er mjög yfirlögðu ráði, ekki af einhverju svona fúski að foreldrar fengu ekki, eða fá ekki fund með leikskóla yfirvöldum hérna á mánudaginn, fyrir með mánudaginn. Ég myndi halda það, þetta er bara, þau vilja væntanlega bara hafa skýra línur það þeir vitað og hvað ekki og hvað þeir með að segja og hvað ekki. Og þetta verður það orðið skýrt á mánudaginn. En við veitum náttúrulega ekki hvað tekur raun í langan tíma að fá það þannig á hreint. Á sama tíma skilum að samt alveg fóreldrar. Skilum alveg þessa löngun og þessa, þú veist, bara koma saman og bara, þú veist, hérna, maður skilur það alveg en kannski fólk getur náttúrulega bara gert það. Já, ég segi, ég hvet fóreldrarna eindrið til þess að hittast og tala saman. Það er svona líktaði af svona sem að panik viðbröðum líka, sem að maður skilur alveg. En það mætti alveg skoða, þú veist, einhver sko áfallahjálp eða eitthvað svoleiðis, en þú veist, ég held við getum ekki beinlínis farið í að veita upplýsingar fyrir en að við erum komið með góð frá löggunni, sko. Það er bara mjög skýr svör við því. Jón Gnarr, ef þú varst að hlusta. Það er eitthvað mjög vel að meta Jón Gnarr. Já, hann er skemmtileg pólitíkus og það er bara, hérna, já, eins og ég segi, það er bara mjög skiljanlegt að grípa sér bara ákveðin skelving og meðal ættingja þegar svona upp kemur og vona bara að þetta leysist hratt og örugglega. Þetta versta sem að getur bara komið upp yfir höfuð í leikskólum. En það, hérna, það er frétt sem að vakti svona athygli mína á RÚV í vikunni. Það er hérna Facebook og ljósmyndir og svona þar sem þeir leyfa sér með hérna, svona, hvað ég var að segja, svona prívat ljósmyndir úr þínum eigin tækjum að hérna, þau eru einhvern veginn með þær allar. Hvað, hérna, ég skil ekki alveg hérna. Jú, þetta eru myndir sem er í símanu þínum. Já, einmitt. Sem þú hlaðir inn á símanu. Sem þú hefur aldrei notað þær á samfélagsmiðlum þeirra. En þú getur stilt það. Ég einmitt hljóp strax þegar ég heyrði þetta og sett á stillingu sem að lokar á þetta. Já. Hefur þetta alltaf verið svona og erum við bara að vera meðvitaðir það hvað við erum að leyfa þessum stóru fyrirtækjum? Myndir sem þú ert ekki búin að posta á Facebook? Já, það eru bara inn í símanu þín. Væntanlega, sko, maður kannski það, símiðin hefur þú ert með Facebook-appið og Facebook-appið segir, þú ætlar að upplóta einhverjum myndum, ætlar staðfesta það að ég hef aðgang að myndafólderinu þínu. En þú veist, og ef þú ert búin að segja það, þá kannski þurfa þær ekkert að gera það bara við þær myndir sem þú ætlar að upplóta. Þeir bara eru nú, bara með aðgang að myndafólderinu þínu.
Já, getur fengið svona stundum þegar maður svona fer í gegnum Facebook, þá fær maður svona, væri nú ekki flott að posta þessari mynd í story og það eitthvað mynd sem bara í myndarólunum. Þetta bara rosalegt. Þeir hafa veiðileyfi á okkur að meta, en við þurfum að koma í veg fyrir það fyrra bragði. Það ekki, vafinn ekki okkar megin, heldur fyrirtækisins megin. Það það sem er svo rosalegt. Og þetta bara líka, við erum búin að koma okkur í þá stöðu að einhvern veginn samfélagsumræðan fer fram á miðlum sem eru í einkaeigu aðila sem eru að fjárvæða það og finna leiðir til að græða það. Og í rauninni, ég veit ekki hvernig við getum farið aftur á tíma án samfélagsmiðla. Það er að fólk sé bara ekki tilbúið í það. Það bara eins og með Trump, Þannig að þetta hagkerfi sem var. Þannig að þú veist, getum við, er það skoðandi að koma upp einhverjum ópólitískum, opinberum samfélagsmiðli? Ég veit það ekki. Ríkismiðli? Eða RÚV væri bara með samskiptamiðli? RÚV samskiptamiðli? Ég held að, ég hef alltaf heyrt eitthvað að það sé verið að skoða þetta einhvers staðar, því að þetta er svo skemmandi eins og þetta er sett upp í dag. Ég held að þetta með allt varandi tæknina og gervigreindina og alla þessa hluti, að þetta er náttúrulega, við erum komin eitthvað á eitthvað fáralegan stað núna eins og með samfélagsmiðlana og þessar ofurríku einstaklingar sem eiga allt eins og Elon Musk og þeir eiga allar upplýsingar og eiga geta bara átt allar upplýsingar fólk og eitthvað svona og svo er bara massi markasherferð en svo erum við á sama tíma núna allt í einu að sjá þú veist góðar hluti sem að gervigreindin bjóð til 2 penicillin þú veist, í síðustu viku eða eitthvað. Tól eru bara tól og meina, ég efast ekkert það að gervigreindin geti hjálpað til við lyfjaframleiðslu. Ég er að segja það þannig að við getum einhvern veginn, við þurfum ég held að það þurfa, að því það hefur aldrei farið fram þessu umræða einhvern veginn, hvert erum við að fara með gervigreind, skilurðu, það hafa einhvern veginn ekki verið nóg margir svona framtíðafræðingar held ég að spekulera með fólki bara hvað viljum við sjá og eitthvað svona hvert viljum við fara og það er einhvern veginn ekki hægt að stoppa gervigreindina af því að því hún er svo opaslega peningavæn og hún mun og einhver sagði hún mun fara á flegi ferð leið og hún bara henni sleppt lausri þá mun hún fara alveg svakalega hratt fram á því en hún er líka rosalega óumhverfisvæn akkurat núna heiðir rosalegu rafmagni er ekki bara eitt góðan daginn er hálfu lítir af vatni eitthvað svoleiðis, ég man það ekki þetta er svakalega þetta er nefnilega rosalega mikið því að kannski fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir því að það eru öll þessi risafössu gagnaver sem að mega ekki hittna of mikið því að þá fer bara allt í klessu þau þurfa þeir þurfa bara þetta hálfan lítra vatni á hvert hæ og og þið geti ímyndað bara öll orðin sem eru sett inn í gervigreind ég meina bara í heiminum í dag var að horfa á gamlan Black Mirror þátt daginn konuna, hafið þið séð þetta? Mikið en ekki konuna sem fór var lífgu við og með því að uppgreita á henni heilan einhvern veginn svo fór það að spila auglýsingar hún var að reyna að vera kennari svo var hún alltaf að segja börnunum eitthvað leita til eða gera þetta eða hitt hún var að segja öllum einhverju auglýsingar það var svona mjög átaklegt og svo var það alltaf að uppgreita meira og meira sett hérna tölvukupp það endaði með því og þetta var alltaf dýrar og dýrara fyrir þau hjónin þau voru algjörlega bugast þetta er orðið næstu því við erum komin næstu því þangað Málið bara, tæknin er bara í sjálfu sér tækni og hún er ekki í sjálfu sér góð eða ill og við getum ekki snúið klukkunni tilbaka með hana en akkurat núna þá er hún í höndunum á fólki sem hefur enga hagsmuni aðra heldur en að græða sem mest og þeir stjórnaði hvert hún fer næst og ef við sem samfélag förum ekki eiga eitthvað samtalið hvert við viljum fara með þetta, hvar við drögum mörkin þá verða eitthvað aðri sem ákveða það fyrir okkur en svo náttúrulega erum við sítengt við allan heiminn og svo eru það náttúrulega bara þeir sem eiga peningana sem ákveða þetta hann skrifaði hann ekki í þessari viku þar síðustu viku maður nefnum Mörður Áslaugsson sem að skrifaði ótrúlega áhugaverðan pistil þar sem hann vekur máls á því að öll íslensk stjórnsýsla heilsu vera allar heilbrigðisupplýsingarnar okkar allar bankaupplýsingarnar okkar allar upplýsingar börnin okkar og bara hæð og þyngd allt milli heim og sérðar er á netinu og vistað í einhverjum skýi á vegum Bandaríkjanna
og þar leiðandi hafa íslensk yfirvöld fært Bandaríkjunum allar upplýsingar íslensku þjóðina á einhverju silfurfati inn í eitthvað ský og það ekki til neinar svona skilgreiningar á því hvað þau mega gera við þessar upplýsingar og hvernig þau mega taka hluti úr þeim, hvað þau mega nýta og annað slíkt og mér fannst þetta mjög áhugavert, hún fór ekki hátt þessi umræða. En þetta einmitt eitthvað svona, það eins og það vanti kannski bara inn í ráðherraskipan, eitthvað sem bara ráðherra tækni og upplýsinga. Það þarf klárlega. Það vantar náttúrulega bara ráðuneyti fyrir. Það þarf basically, myndi ég segja, stafræna ráðherra eða þá að þetta vera bara að hluta verkefni innviðar ráðherra eða eitthvað svoleiðis. En við náttúrulega svo oft að setja lög eða reglur eftir að staðreyndirnar hafa orðið til. Við getum ekki, það ekki raunhæft að Ísland sé með þetta alveg innanlands, þannig, en mögulega gæti þetta verið, við gætum mögulega tryggt að þetta fari ekki lengra til Evrópu eða eitthvað svoleiðis. Það allavega sterkari löggjöf þar heldur en í Bandaríkjunum. Og ég held að við þurfum bara að skoða þetta, það akkurat núna, þá bara, ég var einmitt að hugsa þetta fyrir síðustu kosningar, að ef ég hefði verið ofar á lista, þá hefði ég talað svolítið mikið tækifærin í því að taka fastari tökum stafræna stjórnsýslu á Íslandi og bara stafræna þjónustu. Því það ekki mjög vel í Reykjavík en það hefur ekki verið sáskonar fókus á það hjá ríkinu. En þetta einmitt eitthvað sem að ríkisstjórnin mætti pæla meira í. Bara gagna öryggið okkar, hvað erum við að leyfa, hvert leyfum við okkar skýupplýsingum að fara. En þetta kemur líka inn á bara ábyrgðarleysið í kerfinu allstaðar, að þú ert í einhverju aðstöðu að samæla hvar þú drepur niður fæti og þú ætlar að tala við einhverju mannsku en það engin, þú getur ekki hringt í neitt símanúmer, þú farið aldrei einhvern veginn niðurstöðu því það alltaf einhvern veginn farið að passa upp á það ber engin ábyrgð raunverulega. Ég var að spá í með þessa pælingu, getum við ekki farið, tilbaka fyrir samfélagsmiðlana og samfélagsmiðlarnir miðist við þetta hver getur grætt á hverju og þeir eru náttúrulega bara að endurspegla kerfi sem í gangi, sem kapitalismi. Það sem allt snýst allstaður hver getur grætt á einhverju og einhvern veginn öll löggjöf einhvern veginn snýr að því að venda það eða svona mjög mikið, finnst mér. Og ég meina, þá hugsaði ég getum við farið tilbaka, handan kapitalisma, það væri náttúrulega eiginlega betra, því að hann náttúrulega, samfélagsmiðlarnir spretta náttúrulega bara upp úr því, og þeir endurspegla bara það sem að þetta default kerfi sem víðast hvar, á heimsbyggðinni. Já, nú það orðið þannig á Facebook að þú skrolla niður á nýja Facebookinu, ekki komið nýja Facebookið? Það sumir komni með það, ekki? Nýja, ég svona updates á Facebook. Og núna þetta þannig að maður skrollar eitthvað niður og það bara stoppar maður. Á einhverju auglýsingu og þú verður að bíða í nokkra sekúndur. Ég reyndar gerði svo kræfa, ég keypti mér áskrift af Facebook sem reyndar ansið dýr til þess að þurfa ekki að díla við þetta. Ekki það, ég að sjá alveg eitthvað auglýsingum samt en hvað segir maður, ég myndi mjög gjarnan vilja fækka við með samfélagsmiðlum, ég hætti á X en verandi í pólitík ég verð svolítið að vera á flestu samfélagsmiðlum, ég get ekki hægt að maður upplifir þetta, ég upplifir þessi fjölmiðlakona af því að ég þúl ekki samskiptamiðla og það ekkert voðalega langt síðan ég bara sagði skilið við þá alla og ég ætlaði bara aldrei að koma aftur. Svo leið og ég einhvern veginn fyrir að flækjast aftur inn í fjölmiðla þá þetta bara hinn eiginlega korktafla samfélagsins, þetta bara þannig og ef þú ætlar að fylgjast með þá verður að vera með þessa miðla. Svo ekki það, ég ekki mikill aðdáðandi í Kína en þeir hafa sett ákveðið lög sem hafa virkað þar að þú megir ekki vera með til dæmis svona skinnerbox auglýsingar gagnvart börnum og megir ekki vera með til dæmis tölvuleiki sem að verðlauna fyrir svona ákveðna veðmálahegðun og eitthvað svoleiðis. Mér alveg það mætti skoða og ég líka við þurfum að skoða það taka miklu fastari tökum eins og í Finnlandi þar fá úlíkar kennslu í því að þekkja kerfifréttir og ég held að við getum ekki bannað úlíkum að eiga snjallsíma ef foreldrar þeirra vilja þeir eigi snjallsíma en ég held að við þurfum að vera kannski virkari í því stjórnaði hvernig þeir eru notaðir í skólunum og ég held að við þurfum líka að kenna þeim á það bara hversu hættulegir geta verið og hvernig maður notar það með ábyrgum hætti. Þetta er bara
eins og hvert annað tól sem að getur verið hættulegt ef maður fer rangt með það. Þetta minnum mig á, ég rakk augun í gæri, ég mitt í Samtök atvinnulífsins hafi sendt frá sér eitthvað, ég held að það hafi verið Samtök atvinnulífsins, nú man ég ekki, sendt frá sér eitthvað varðandi einmitt þessa símanútkun og í skólum. Það hafi verið sterklega mælt gegn því að foreldrar myndi banna þetta. Það var einmitt, ég hugsaði, akkur eru þessi samtök að hafa skoðun á því? Þetta væri þetta bara gott tæki og öryggstæki og mikilvægt og við ættum frekar að kenna börnum að umgangast þetta og með atvinnulífið að leiðarljósi að það seinna meir gæti þau orðið aðgengi að markaði. Aðgengi að markaði. Ég hef alveg verið svolítið þar að vil ekki banna þetta, ég vil kenna þeim að umgangast þetta ábyrgð og svona, en ég verði að viðurkenna bara allra síðustu árum, svona kannski síðasta hálfa til heila árinu, þá hef ég færst meira í það, þetta er bara stór hættulegt umhverfi sem að við erum að bjóða börnum ólíkum upp á. Sem að fólk fær fyrir þessu. Þannig að ég held að við ættum að takmarka samfélagsmiðla við eitthvað ákveðin aldur og eitthvað svoleiðis, að minnsta kosti. Það brotna niður, ég meina ég er að kenna háskólanemum fyrsta öðru ári, þau 19, 20, 21. Þetta er bara skelfilegar afleiðingar, þetta er fullorðið fólk. Já, kannski ekki. Sjálfstraustið og bara heimsmyndin og samskiptin. Hvernig þau brengla allt saman. Það er ekkert mál að, það er ekki verið að banna síma. Ég meina, síminn getur alveg verið í einhverju læstu hólfi eða onni tösku yfir daginn. Og ég meina, ég meina, ekki vera að banna, við erum að kenna að nota þetta rétt. Ég meina, við erum með alls konar tölfur og tæki og tól og það er ekkert mál að segja, heyrðu, nú ætlum við aðeins að nota síman og allir eiga að taka upp síman sem að gera eitthvað verkefni. Ég þól ekki, eða svona mér svo skrítið að þessar raddir sem segja, já, þið eru bara á móti tækni og vilja bara banna allt. Nei, við erum bara að hugsa geðheilsu barna. Og ég meina, foreldrarnir eru líka háður þessu, og við. Og ég meina, og það væri bara gott fyrir okkur, eða væri bara þess vegna, ég meina, það kannski getur raunsætt allstað öllum vinnustöðum, en ég meina, ég til dæmis geymi síman minn bara inn í fatahengi yfir daginn, og það er ekki þetta að ná í mig, ég meina, það verður bara hringt á skrifstofun ef það var ná í mig, ég meina, við þurfum ekki að vera sýting, það er ekki gott fyrir neitt, það er ekki gott fyrir taugakerfið okkar, og bara hver klukkutíma sem við erum að bjóða börnunum upp og án síma er góður fyrir þau, og af hverju, setjum við ekki bara skýra reglur með að hann er bara ekki til notkun yfir skólatíma nema kennarinn ákveða að hafa símaverkefni í einhvern einum tíma, skilurðu. Mér finnst það til dæmis ágætt, en það hefur verið þannig að skólarnir hafa mátt ákveða það sjálfir. Já. Og margir þeirra hafa gert það. En ég er svona aðeins að mjakast nær því að kannski þurfum við að taka ykkur stefnu með þetta. En ég er fylgjandi, tækninýjungum og því að við kunnum að tæknina og þetta er hlutið líka að kunna að bara eiga þátt í samskiptum við heiminn og svona, og við þurfum líka að hafa tækifæri til að kenna bara svona þekkjuru falsfréttir, svona getur hópamyndun orðið, alls konar svona Mér finnst það mjög mikilvægt. Við getum ekki hunsað þetta. En við getum gert það í tölvunum, við þurfum ekki að gera það í símanum. Það eru tölvur í öllum skólum og það að segja að þetta séu bara kennarar vilji banna þetta þessu hrædd við tækni og vilja ekki nota tölvur, þetta er bara rugl. Mér finnst það samt svo skrítið að því að ég mátti ekki mæta með Andrés Öndblöð í skólan og lesa þau á skólatíma þegar ég var krakki, það var ekkert að því að foreldrar mínir eða kennararnir eða einhverju væru hræddir við Andrés Önd, það bara, þetta var ekki það sem ég átti að vera að gera í skólanum. Nákvæmlega. Ég er alveg fræg fyrir að gleyma símanum mínu, vera bara ekkert með hann þetta ekki svona meðvita eins og hjá þér Ása, en fólk var alltaf svo rosalega reitt út í mig. Bara svona vinur og fjölskylda. Ég var að reyna að ná í því. Þú bara svarar aldrei. Já, þannig að ég fekk mér heimasíma aftur. Og þannig að ég er með heimasíma og er stoltur heimasíma. Bara þú og forsetinn eru svo. Nei, það er aðalega mamma sem hringir í hann. Ég er nýbúin að losa mig við minn. Já, ég nefnilega var ekki búin að vera með henni nokkur ár. Já. En mér finnst rosa gaman að vera með heimasíma. Þú segir alltaf bara, já, þú vilt ná mig, bara ef það er eitthvað panik, þá hringir bara í heimasíman. Já, þetta er sniðugt. Ég bara meiri heimasími og minni segir maður GSM-sími ennþá? Gemsi. Það er ekki eitthvað svona sem að fólk sem að var ungt fyrir aldamót segir hérna. Ég segi alltaf Gemsi. Ég segi alltaf skjásími.
skjásími. Þá er ég að meina sko snjallsíma. Já. En ég meina það var skjár á Tölvusími. Motorola símónu mínu líka, en einhvern veginn af því að það er stærri skjár og hann er einhvern veginn bara skjár. Þegar ég heyri skjásími þá sé ég fyrir mér svona síma með það sem horfir eins og í Teams-fundi eða eitthvað svoleiðis með myndir. Já, einmitt. Svo er alltaf svolítið fyndið að sjá lítil börn sem eru með svona gamla síma að leika og veit ekkert hvað þau gera við hann. Einmitt. Af því hann er, Af því það er enginn með svona. Það er enginn eitthvað svona lengur. Herðu, Helga Ögmundar, Mari Péturs og hérna í Ásalind, ég er orðin alveg rugluð, ég er búin að vera hérna aðeins svo lengi í dag. Og hérna Alessandra Brím, takk kærlega fyrir að koma og vera hérna með mér við rauðaborðið í þessum vikuskammti, þessum blauta vikuskammti. Haldið það að sé orðið aðeins þurrara úti? Vonandi. Ég vona það. Ekki róa heim, ég er synda. Ég er allavega ennþá blöð í fætunar sem ég kom. Sko. Já. Nákvæmlega, ég segi ekki rétt ég ætla að fara að rúlla, ég segi frekar ég ætla að fara að fljóta. Já, einmitt, þetta er alveg, þetta var svakalegt. Þetta var svakalegt, þetta var svolítið eins og að vera í útlöndum, það er alveg rétt. Maður eigi kannski bara að loka augunum og njóta og láta eins og maður sé frí eitthvað staðar á eitthvað svona heitabeltisstað. Já, nota hopp til að pæta gondóla. Það var samt varað við því að vera svona á hæð eða þú veist upp á þrumurnar, upp á öldingarnar. Já, það var einmitt. Já, ég bara man ekki eftir að séð svoleiðis á Íslandi. Nei. Það hefur verið varað við að Ekki, nei, það er rétt hjá þér. Ég kannski ekki það. varað við að vera í vatni. Maður var varað við að vera í vatni. Það kennst ekki hjá því að inn át bílnum að vera í vatni, sko. Einmitt, þannig að maður á kannski bara, þetta er bara frábær helgi að vera bara heima. Já, eða bara gista hér. Já, þú bara gjörðu svo vel. Við erum töfti. Takk ykkur kærlega fyrir komuna og ykkur sem að álítuð og horfðuð. Þakka ég kærlega fyrir samfylgdina einnig og samstarfsfólki mínu. Þakka ég vikuna. Ég minni á að hér á morgun er helgispjall þar sem ég fæti mig Snærus Sindradóttur, listfræðing í skemmtilegt og einlægt spjall og svo verður hérna margt annað á dagskrá alla helgina, alla sólarhringinn og við hættum engri útsendingu hér þó að það sé brjála veður. Þannig að það er hægt að fá sér kakabólla og hlusta á samstöðuna alla helgina. En ég þakka fyrir mig og verið bless.